Jakobi Bjarna tekst prýðilega að mennska Snorra og skapa með honum vorkunn. Sko, ég ætla aðeins að staldra við hana. Þetta eiginlega uppáhaldið mitt. Honum tekst að mennska Snorra og skapa með honum vorkunn. Þetta sko, og þetta þessi svona double think. Við þurfum að finna eitthvað gott íslenskt orðið við double think. En hérna, það alltaf verið að tala það að mannúð og mennskan sé þau megin sem að hérna réttrúnaða megin. Og þeir eru alltaf að segjast vera svo rosalega mikilli mannúð og mennsku og það allt svo mannúðlegt og allt svo frábært. Og þau kvarta mjög mikið yfir þegar að vera af mennska fólk. En hann sko, Jakobi Bjarnar tekst prýðilega að mennska Snorra. Svo hann að viðurkenna þarna að það var búið af mennska Snorra, en það er pirringur á því að það sé verið að vinda ofan af því að mennskan. Snorri Másson má ekki líta út fyrir að vera mennskur út af því að þá er hann náttúrulega hvað meinar þau? Ekki gera mér þetta svona auðvelt. Allavega mennska. Þegar ég sá þetta ég var bara nei, bara ekki gefa mér þetta ammó maður. Allavega, hann skrifar hérna: Greiði Snorri að lenda í hakkavél vóksins, sjáiði hvað allir eru vondir við hann. Blaðamaðurinn sem er líka hérna í quote and quote í hérna tilvitnun í hérna gæsalöppum segi Blaðamaðurinn segir það vissulega ekki beint, en það má öllum vera ljóst að afstaða hans með því að lesa þessa meintu frétt. Blaðamaðurinn segir það vissulega ekki beint, en það má öllum vera augljós afstaða hans. Afstaða hans má vera augljós. Ég ætla að skrifa hérna tilvitnun. Afstaða hans með því að lesa þessa meintu frétt. Meintu frétt? Nú, ég held að meintu væri hérna bannorð innan þessara fræða. Þetta er ekki meint frétt, þetta er kannski frétt. Ég veit ekki. Snorri kvartar undan ofsafengnum viðbrögðum við því þegar að spurt einfalda spurninga fánan, þráðbeint úr handbók hægri öfgana. Spyrja spurningar sem senda skýr skilaboð til ákveðins hóps, efspa upp flest önnur og þykjast svo alsaklaus af öllum sínum meiningum. Sem betur fer sjá flest í gegnum leikjafræðina. Leikjafræði, ég er enda að fíla að hann sé að byrja að nota það orð. Það kannski ætti að beita því oftar. Kirsuberið á kökunni er svo val blaðamann sem tala máli Snorra, á þeim sem að tala máli Snorra. Einhver aftala random prestur í útlöndum og 2 hommar sem hafa nákvæmlega ekkert vægi inn í umræðu nema fyrir blaðamann að teikna upp stuðning frá hommum við málflutning Snorra. Heldi sérstaklega líka sko að það er alltaf búið að sko hérna hýrarki væða umræðina. Það er að segja að munir náttúrulega eftir hérna forréttinda Pírata Reykjavíkurborgar þeir voru búin að stilla þannig að hvítur gagnkynhneigður kall var alveg neðst sko, átti ekki að hafa neitt væginn inn í umræðu, en svo ef þú varst skilurðu einhentur hérna tvíkynja dvergur eða eitthvað, þá varstu náttúrulega með alveg efst upp á þessum forréttinda Píratamita og þetta mun taka mest mark af þér þegar þú ætti mest að segja. Gufurugla náttúrulega, en hérna en hann er náttúrulega að vera að segja það að þeir hommar sem ekki sammála Þorsteini eiga náttúrulega ekki og eru ekki með neitt vægi í neinni umræðu. Svo heldur hann áfram hérna: hommar geta vel verið hatursfullir og tekið stöðu með kúandi kerfi eins og dæmin heldur betur hafa sannað með transfóbista samtökunum sem ég held að sé að vitna í hérna LGB samtökin þannig. Það segir nákvæmlega ekkert af fasískum og hatursfullum það segir nákvæmlega ekkert ef fasískum og hatursfullum homma finnst eitthvað regnbogafánan. Fasískum og hatursfullum homma. Gagnrýnislaus frásögn undir yfirskinni fréttar, skekkir og afbakar umræðuna. Afbakar náttúrulega líka frábært orð sem er alltaf nota. Sérstaklega þegar Snorri fær að stjórna orðræðunni, fullkomlega óáreittur og öll fréttin byggir á handvöldum dæmum sem skilur lesendan eftir með þá tilfinningu að vandamál séu viðbrögð samfélagsins. Til hvers er þessi frétt eiginlega? Þetta er náttúrulega algjör veisla og svona